Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Nú eru það bókmenntirnar. Þær eru komnar til mín, Kristín og Aðalbjörg og ætla að segja okkur frá Pastelritröð. Velkomnar. Takk fyrir. Takk. Þú ert svona upphafskona eða ásamt fleirum að þessari ritröð. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu? Já, einmitt. Ég hef umsjón með þessu og þetta eru bókverk sem við gefum út til þess að fyrst og fremst að koma verkum höfunda á framfæri sem eru flestir hér á svæðinu. Það eru bæði rithöfundar, listamenn, myndlistamenn, fólk úr leikhúsgeiranum og úr ýmsum greinum listana sem eiga hérna verk. Og við erum rosa duglega að fara út allt og kynna þessi verk og koma fram og lesa upp bæði hér á Akureyri og annars staðar á Norðurlandi og svo höfum við aðeins farið suður líka. Þannig að þetta gengur svolítið út á að bæði að gefa út verkið sitt í þessu formi bókverki og líka að koma fram saman með öðrum höfundum og koma sínum verki á framfæri. En hvað var til þess að þið fóruð út í þetta? Var það þessi bara áhugi að vera með fólki í svona einhverjum skapandi umhverfi, listin? Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt fólk að vinna með. Það er náttúrulega bara þannig og maður auðvitað sækir í það. En svo líka fannst okkur bara vanta hreinlega þessa tegund af verkum í tilurð, að það sé verið að gera þetta hér á Akureyri. Bókverkagerðarsenan er náttúrulega í Reykjavík og það er náttúrulega gott að blessa. En það er líka gott að efla þetta hér á Akureyri og bjóða upp á þennan vettvang. Þetta er listaverk í rauninni og koma út í takmörkuðu upplagi, bara 100 eintöku hverju verki og verða ekki endurútgefin. Þetta er allt meira og minna unnið hér á Akureyri líka og þetta er líka prenta hér á Akureyri hjá Ásprent. Þannig að þetta er eiginlega algjörlega akureyrisk afurð fyrir utan það að það er ekki allir höfundarnir hér. Nei. En þetta getur ekki verið svona gróðadrifið markmið, þetta hlýtur að vera bara einhver svona hugsjón. Já, það er enginn að græða peninga á þessu. Nei, alls ekki. Við fengum fjármagn núna frá uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og ég var að skrifa undir samstarfssamning við menningarsjóð Akureyri í gær fyrir Pastel. Já, takk fyrir það. Þannig að þetta er menningarverkefni sem að hefur auðvitað ekkert með það að gera að græða peninga. Og kannski getur aldrei staðið undir sér heldur eða hvað? Sko, það getur gert það, jú, en sko þá þarf það að gera þetta aðeins öðruvísi. Það er auðvitað bara þannig og það er auðvitað líka hægt að gera það, en þá auðvitað breytast forsendurnar svolítið í þessu og aflið í þessu breytist líka. Og þangað erum við ekki að fara með þetta. Þetta er í þessu hreyfiafli núna, þar sem fólk getur líka komið inn með verk sem eru ekki endilega markaðsvæn, en eru kannski samt söluvæn. En þau eru ekki stíluð inn á það að vera að fara að seljast endilega. Geta allir komið til eitthvað sem langar að gefa eitthvað út eða er svona inntökunefnd eða? Já, það er nefnd Pastel sem svona fer út í gegnum þetta og svoleiðis. Já, fólk er að koma með beinir verk og svona, en við náttúrulega getum bara gefið út takmarkaðan fjölda. Það er að koma út núna svona, kannski 5 verk á ári. Og þetta er síðan 2017 eða hvað? Já, við byrjum bara voru 2017 með þetta. Það eru komin út 14 verk. Vel gert. Mjög áhugavert. En Aðalbjörg, þú ætlar einmitt að rýna einhver 4 verk. Mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert verkefni yfir höfuð og svolítið svona nauðsynleg grasrót. Akkúrat. Að það sé vettvangur fyrir alls konar höfunda og ekki bara metsöluhöfunda eða þá sem njóta náð forlagana. Þó svo við það séu líka vissulega kanónur að skrifa og hafa gefið út hjá ykkur. Já, við höfum líka gefið út verk eftir bæði Megas og Arnar Má Arngrímsson og Margréti Blöndal, myndlistakonu og fleiri sem eru alveg vel þekkt nöfn. Þannig að þetta er þessi blanda einmitt af þekktari og óþekktari. Og mér finnst það eitthvað svo heillandi og að þetta sé bara hérna niður í bæ. Já, það er geggjað. Mér finnst það og ég held að sé svolítið fáir sem að viti almennilega af þessu eða átti sig á. Og kannski að því að það er engin svona svaka markaðsherferð, því meira fari svona sjálf og kynni þetta sem er líka kannski ákveðin fegurð í, að vera ekkert að atast í þessum markaðssetningarmálum.
Þetta er ekki drifið af því, nei. Nei. En hvað segir Ég sem sagt hérna kom og skoðaði öll þessi 14 í rit, las þau nú ekki öll, en mér fannst svo áhugavert að skoða ungu skáldin. Já. Og það mjög flottur vettvangur fyrir ung skáld og skáld sem eru ekki með reynslu og eru eftir vill að stíga sín fyrstu skref sem að fá hér vettvang eða rödd. Og ég greip og við saman völdum 4 verk sem ég kíkti svona á. Það eftir hana Lilju Erlu Adamsdóttur. Ég ætla bara að segja aðeins meira frá þessu eftir og svo það Sölvi Halldórsson sem með ljóðabók, Samuel Lukas sem skrifar smásögu og Karolína Rós skrifar líka ljóð og þau eru öll ótrúlega áhugaverð hver á sitt hátt. Já. Þetta allt akureysk skáld. Öll fóru þau í Emma sem eiginlega bara hending. Já, þetta allt stúdentar úr Menntaskólanum Akureyri. Ég enda kendi engum af þeim, þannig að ég alveg hlutlaus. En mér þótti þetta bara svo skemmtilegt. Og það sem svo gaman við þetta að þau eru öll með svo afgerandi rödd. Þetta ekkert miðjumóð, sko. Nei. Þau eru hérna æða út í það sem þau eru að gera af öryggi, finnst mér. Ljóðabókin hennar Karolínu svolítið uppáldi hjá mér, ég mjög hrifin af henni. Hún heitir Hversdagar og bara til að gefa svona innsýn inn í þá þetta, ljóðin eru sum með nafni, sum eru bara nafnlaus, ótitluð þar að segja. Og hún svolítið að yrkja akureyskan veruleika. Hún að yrkja hvernig að vera ung kona á Íslandi og hvernig það bara að hafa rödd og vera tvítug. Og mér finnst hún ótrúlega fersk. Mér finnst hún mjög skemmtileg og hún hefur aðeins verið lesin upp í menntaskóla í yndislestri. Og að því að nemendur tengja svo svakalega við þennan heim sem ég finnst svo smart. Og Sölvi líka í ljóðunum, hann semur samt allt öðruvísi skáldskap. Þau enda bæði svolítið kímin, það húmor í þeim og ákveðin svona léttleiki í bland við þessa svona lífsins alvöru. Sölvi, hann svo fallega, ég veit ekki hvernig ég segja, fallega innhverfur, sko. Fyrir inn á við. Já, inn á við, sko. Já, hann tala til mín þó svo við lifum gjörsamlega ólíku lífi. Og hann með svo góða, minnst hann hafa svo fallega rödd. Mjög ljóðrætt, svolítið svona ljóðrætt stíll, öðruvísi heldur en hjá Karolínu, sem einnig að vinna með ljóðið. En bæði gríðarfær. Og ég hlakka svo til að þetta bara upphæfð. Við leggjum þessi nöfn á minnið og svo ertum við 2 viðbót og nú þurfum við að... Þau eru líka frábær. Já, Samuel Lukas skrifar alveg frábæra stuttsögu, þetta svona eins og örsaga hálfgerð og hún minnir mig svolítið á sjónvarpsþátt hjá Black Mirror, svartur spegill. Þetta svona samfélagsádeila og pínu framtíðarsýn og mjög áhugaverð. Hún hélt mér alveg helja greipum allan tíman. Þannig að þetta var svona rit sem kom mér skemmtilega óvart. Síðast en ekki síst þá erum við meiri myndverk, svona texti og myndir. Hún náttúrulega meiri kannski hannyrðakona. Já, Lilja Erla myndlistakona. Hún myndlistakona, já. Þannig að hér með... Og svona textaskreitir myndverkin sín kannski eða eitthvað. Já, einmitt, ég meina sum rit eru myndlistatengdari líka. Já. Þannig að það bara allt í boði. Já, þetta frábært. Við hvetjum fólk til að kynna sér Pastel ritröð og þetta til sölu í Flóru, eða ekki? Jú, Flóru listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi og nýjum stað í Reykjavík sem heitir Hjarta Reykjavíkur. Já. Þetta eru einu staðirnir sem selja þessi frábæru verk. Já, akkurat. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og gangi ykkur vel með Pastel ritröð. Takk.